Fundur settur í sveitarstjórn Norðurþings. Þetta fundur númer 156 og við erum stödd hér í Vallarhúsinu á Húsavík á gulum september og sjálfsögðu skín sólin þegar við komum saman og það eru 2 varafulltrúar með okkur hér í dag. Það eru 12 mál á dagskrá. Númer 1 er atvinnumál í Norðurþingi, númer 2 eru brothættar byggðir í Norðurþingi, númer 3 er breyting á matvælaeftirliti á Íslandi, númer 4 er samgönguáætlun 2630 sem er endurskoðun áætlun, númer 5 er aðalskipulag Norðurþings 2025 til 45, númer 6 er afsláttur af gatnagerðargjaldi á iðnaðarsvæðinu Bakka, svo eru það fundagerðir til staðfestingar, fjölskylduráð, byggðaráð, stjórn Hafnarsjóðs, skipulags- og framkvæmdaráð og 2 fundir stjórnar Orkuveitu Húsavíkur. Þá bara göngum við til dagskrár og förum í mál númer 1 sem eru atvinnumál í Norðurþingi en forseti sveitarstjórnar óskaði eftir að málið yrði tekið fyrir á fundi sveitarstjórnar. Þetta er þess úr fundargerð byggðaráðs og orðið laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Við ræðum hér atvinnumál í Norðurþingi en í okkar samfélagi eru mikil tækifæri til vaxtar þó að hrikti aðeins í einni stoð atvinnulífsins. Stærsta fiskvinnsla á saltfiski sem flýtur út á Spán og Portúgal, fiskeldi á landi sem framleiðir hágæða ferskvöru til Evrópu, ferðaþjónusta sem nýtir náttúruauðlindir á heimsmælikvarða sem dregur að ferðafólk úr öllum heimshornum, baðstað með tignarlegasta útsýni baðstað á Íslandi, hestalegur sem bjóða upp á upplifun sem fólk sækir ár eftir ár, flottasti og besti 9 holu golfvöllur á Íslandi sem þjónustar mjög svo stækkandi hóp ferðafólks og iðkenda. Hér er framleidd eina af eftirsóttustu bestu rækjutroll í Evrópu. Það eru framleidd hérna á Húsavík sem eru seld alla heimsálfuna. Beinagreindar stærsta spendýr í jarðar á safni sem hefur að geyma stórmerkilega sögu. Heimskautsgerði sem býður fólk upp á upplifun engri lík jafnt vetur sem sumar. Náttúruperlur sem bera merki ægivalds náttúrunnar eins og Dettifoss og Ásbyrgi. Hafnir sem að skemmtiferðaskip sækjast í að koma og heimsækja. Fyrirtæki sem framleiða vörur sem má finna víða í stofnunum og heimilum líkt og í Hörpunni, menningarsal Íslendinga, þau eru framleidd í þessu sveitarfélagi, eða í eldhúsum víða á Norðurlandi, þau eru framleidd í þessu sveitarfélagi. Gómsætt grænmeti, framleitt í einu elsta fyrirtæki landsins, bjór og öl framleiðsla svo eftir er tekið með rómantík og fagmennsku í bland. Stærsta sauðfjársláturhús á Íslandi, þar sem telur á slátra núna 100.000 fjár. Eitt ákjósanlegasta sauðfjárræktarsvæði á Íslandi. Hugverka og þekkingariðnaður sem teygir sig út fyrir landsteinina, sterk opinber þjónusta, líkt og framhaldsskóla og sjúkrahús. Aðeins þetta er bara brot af öflugu atvinnulífi sem má finna í okkar samfélagi og hvergi nærri tæmandi listi. Tækifæri til þess að efla og auka orkuvinnslu í jarðvarma og vindorku enda munu samfélög í veröldinni vaxa mest þau sem hafa mest aðgang á orku. Hér er aðgengi orku, tækifæri til að skapa störf og tekju fyrir Íslendinga alla. Enda ákvörðun að byggja upp iðnaðarsvæðið á Bakka. Þar er verksmiðja sem að tímabundið hefur stöðvað starfsemi sína vegna ytri aðstæðna. Verksmiðja sem að framleiðir hágæða vöru með grænni orku við íslenskar aðstæður og góð launakjör. Starfsfólk sveitarfélagsins og kjörnir fulltrúar hafa átt í reglulegum og þéttum samskiptum við forsvarsfólk PCC sem ber að þakka. Auk þess Landsvirkjun, þingmenn kjördæmisins, ráðherra, stofnanir og aðra haghafa sem hafa með málið að gera. Það er ljóst að framundan verður krefjandi tími með áskorunum sem við munum takla. Mér finnst mikilvægt að hugsa þetta sem tímabil sem samfélagið gengur nú í gegnum. Það kallar hins vegar núna á aðgerðir af hálfu okkar sem sitjum í sveitarstjórn að líta inn á við og það felur í sér að draga úr rekstri. Stærsti útgjaldaliðurinn hjá okkur eins og alls staðar annars staðar eru laun. Þá reynir á samstöðu og samvinnu okkar sem að hér sitjum, beita bjartsýni og hafa trú á framtíðina.
Áfram þurfum við að hlúa að okkar yngsta fólki, ungmennum og barnafjölskyldum og hlúa að grunninum sem gerir það eftirsóknarvert að búa í okkar samfélagi. Við höfum þegar undirritað viljayfirlýsingu við annars vegar uppbyggingu gagnavers á Bakka og niðurdælingarstöð á svæðinu. Auk þess erum við í samtali við fyrirtæki sem að hyggst nýta sér auðlindir á svæðinu, aðgengi að raforku og vatni. Þess vegna erum við að vinna að lagningu á heitavagslögn að Bakka með Landsvirkjun til að gera iðnaðarsvæðið enn ákjósanlegra fyrir fyrirtæki. Landeldi hvers konar eru meir og meiri möguleiki í okkar sveitarfélagi, enda hafa átt sér stað gríðarlega miklar framkvæmdir í Kelduhverfi og Öxarfirði í landeldi. Það er mikilvægt að við séum stolt af okkar fyrirtækjum. Það snýst nú allt vinnu, vöxt og velferð. Já, það þannig að sterkt atvinnulíf til að standa undir velferðinni og þó nú hrikti í stóðum atvinnulífsins og samfélaginu öllu, tækifærin eru til staðar og saman munum við komast í gegnum þennan brimskafl. Engin leið er ófær. Höfum þessna trú á verkefninu og beitum bjartsýni. Orðið laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, kæru sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta var bara mjög góð yfirferð hjá forseta og sannarlega megum við aldrei gleyma því hvað við eigum mörg stöndu og góð fyrirtæki og í rauninni sterkt atvinnulíf, þó að við stöndum núna tímabundið vonandi frammi fyrir því að PCC sé í rekstrarstöðvun. Það er náttúrulega slæmt fyrir okkur vegna PCC af því að þar eru virkilega góð störf. Þetta eru vel launuð störf og það er slæmt þegar að svona burðarás í samfélaginu lokar tímabundið. En það er sannarlega gaman að fá gesti, gaman að fá fyrirspurnir frá fyrirtækjum sem hafa áhuga á að koma og kynna fyrir þeim alla kostina sem við höfum upp á að bjóða hérna. Við erum náttúrulega með gríðarlega sterkt orkusvæði, við erum með þetta vel skipulagða iðnaðarsvæði á Bakka og ég segi alveg hiklaust að góð vinna sveitarstjórna undanfarinna ára er að skila því núna. Við erum að fá fleiri samtöl, meiri eftirleitan og fyrirspurnir frá fyrirtækjum sem að hafa áhuga á að koma. Og bæði það að hafa lagt í þessa vinnu við skýrslugerð á sínum tíma í gegnum stýrihópinn og svo að hafa kostað til 2 ára starfi verkefnastjóra á Bakka, það er að skila sér núna. Og ég ætla sannarlega að bara trúa því að við séum að fara að sjá þetta svæði blómstra núna á næstu árum. Katrín hefur lokið máli sínu. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Helena. Forseti, já, eins og hefur komið hérna fram hjá þeim Hjálmari og Katrínu að þá hefur staðan í atvinnumálum í Norðurþingi þyngst á undanfarnum mánuðum við stöðvun starfsemi PCC á Bakka. Þetta er í annað skipti á tiltölulega fáum árum sem fyrirtæki sér sig knúið til að stöðva starfsemi sína, þó staðan sé öllu alvarlegri og snúnari núna heldur en hún var í heimsfaraldrinum COVID-19. Á undanfarnum vikum og mánuðum þá höfum við kjörnir fulltrúar ásamt sveitarstjóra og fjármálastjóra átt í góðum hreinskiptum samskiptum við forsera PCC stöðuna og það er þakkarvert. Þá höfum við einnig átt í samskiptum og funda með alþingismönnum og ráðherrum þar sem við höfum haldið á lofti þeim áhrifum sem stöðvun starfsemi PCC hefur á fjárhag sveitarfélagsins og samfélagi í raun í heild sinni. Þau snúa fyrst og fremst að tekjufalli hafnarsjóðs og lækkun og útsvarstekjum. Á fundum og í samtölum höfum við ásamt því að varpa ljósið á framangreind lagt ríka áherslu á þau tækifæri sem hér eru, upplýst verkefni sem unnið er að því að laða að iðnaðarsvæðinu á Bakka og framundu þeirra og tala fyrir innviða uppbyggingu sem brýnt er að halda áfram með, hvort sem það snýr að atvinnu uppbyggingu á Bakka, vetrarþjónustu á Dettifossvegi eða útboði uppbyggingu hjúkrunarheimilis.
Ástæður stöðvunar á starfsemi PCC á Bakka liggja grunni í aðstæðum á mörkuðum og samkeppnisaðstæðum fyrirtækisins sem leiða af sér forsendubrest fyrir reksturinn og sölu og annars góðum vöru fyrirtækisins. Og vert að vekja athygli á því að öll höfum við í dag notað eða erum að nota vörur þar sem kísilmálmur kemur við sögu. Nægir að nefna snjallsíma og tölvur sveitarstjórnarfulltrúa og starfsfólks hér á þessum fundi, en einnig mætti nefna til að mynda snyrtivörur eins og varalit og tannkrem. Í fyrradag var Alþingi sett samkvæmt venju 2.–3. september. Íbúar í Norðurþingi og eigendur og starfsfólk PCC hafa miklar væntingar til þess að þingmenn og ríkisstjórn taki stöðu okkar alvarlega og bregðist við með kröftugum hætti. Og með kröftugum hætti þá ég við að þingi taki ákvörðun bráðabirgðatolla og innflutningi á kísilmálmi á meðan boðuð rannsókn á innflutningi á kísilmálmi frá Kína fer fram. Ekki vegna þess að það séu sérhagsmunir PCC og Norðurþings að á Bakka sé framleiddur kísilmálmur. Heldur vegna þess að það eru hagsmunir Íslands, Evrópu og heimsins alls að kísilmálmur sé framleiddur með grænni orku og að starfsfólk í slíkri starfsemi búi við viðunandi launakjör og starfsaðstæður. Þrátt fyrir að staða PCC og þar með horfur í rekstri sveitarfélagsins séu eins og þar eru, þá vil ég leggja áherslu á að við gleymum okkur ekki og festnumst í svartsýni af þeim sökum því hér eru þrátt fyrir allt góðir hlutir í gangi. Mig langar að nefna að ferðaþjónusta hefur gengið vel á árinu. Til að mynda var þó nokkur aukning í fjölda farþega í hvalaskoðun og fyrstu mánuðum sumarsins. Í Kelduhverfi, Öxarfirði og Kópaskeri hefur átt sér stað uppbygging fyrir milljarða á undanförnum árum í fiskeldi á landi sem hefur stórauki framleiðslugetu fyrirtækjanna tveggja sem þar starfa og skapar störf fyrir hátt í 80 manns hjá fyrirtækjanum báðum. Auk afleiddra starfa til að mynda við flutninga aðfanga á framleiðslu og við viðhald. Að minni skala þá opnaði í sumar nýtt kaffihús hér á Húsavík og nýjir rekstraraðilar tóku á árinu við veitingarekstri í golfskálanum hér á Húsavík. Svo að þrátt fyrir allt þá tilefni til bjartsýni og hafa áfram trú á samfélaginu og atvinnulífinu, en það verk að vinna við að halda því sem fyrir og laða nýja starfsemi. Þjónustu frá sveitarfélaginu. Miðjan fyrir 18 ára eldri, hæfing og dagþjónusta fyrir fólk með sértæka stuðningsþarfir sem hefur það markmið að efla og þroska sjálfstæði einstaklings. Betri leikskóli, 50% lækkun á gjaldskrá fyrir 6 tíma vistun, svo eru sérskráningardagar þar sem að foreldrar hafa val á að taka auka frídaga eins og í dymbilviku og kringum jóla áramót og fleiri daga sem dreifast yfir árið og lækka þar með mánaðargjald alltaf 9% ef fólk nýtir sér á alla. Allir eldri borgarar sveitarfélagsins hafa aðgang að félagsstarfi í Norðurþingi þar sem boðið upp á fjölbreytt félags- og tómstundastarf og aðþrengingu af ýmsu tagi. Félagsleg heimaþjónusta. Markmið félagslegra heimaþjónustu er að efla notandann til sjálfsbjargar og sjálfstæðis og gera honum kleift að búa sem lengst á eigin heimili við sem eðlilegastar aðstæður. Heimsending á mat, einstaklingar sem ekki geta annars matselt sjálfir. Tónlistarskólinn. Þar í boði mjög metnaðarfullt og fjölbreytt tónlistarnám. Það er mjög mikilvægt að bjóða upp á fjölbreytni í íþrótta- og tómstundastarfi fyrir börn og ungmenni svo allir finni sér eitthvað við sitt hæfi. Safnarhúsið, bókasafnið, sem er orðin mjög vinsæll samkomustaður margra fjölskyldna í sveitarfélaginu, þar sem hefur verið boðið upp á ýmiss konar viðburði sem hafa verið vel sóttir. Samningar við íþróttafélög og félagasamtök svo þau geti haldið út í góðu og metnaðarfullu starfi í þágu samfélagsins og eru mikilvægir hlekkir þegar kemur að góðu forvarnastarfi. Skólaþjónustan, megin viðfangsefni þjónusturinnar er að styrkja skóla og starfsemi þeirra með skimunum, greiningum, ráðgjöf og eftirfylgni. Og í Norðurþingi er fjölmenningarfulltrúi sem gegnir því mikilvæga hlutverki að vera tengiliður sveitarfélaga, nýja íbúa og innflytjendur með það að markmiði að aðstoða þá við að aðlagast og komast inn í okkar góða samfélag. Ég gæti endalaust haldið áfram að telja hér upp, en hér stiklaði ég bara á stóru. En þetta sem ég taldi upp hér á ofan er allt partur af þeirri grunnþjónustu sem sveitarfélagið er að veita, hvort sem það eru lögbundnar þjónustur eður ei. En til þess að hægt sé að veita hana, þurfum við bæði fjölbreytt og gott atvinnulíf til að standa undir henni. En ég er bjartsýn kona að eðlisfari og ég horfi bara björtum augum til framtíðar í atvinnumálum í sveitarfélaginu. Bylgja hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Sofía hefur beðið mörg, gjörðu svo vel, Sofía. Forseti, kjörnir fulltrúar, nú höfum við hlýtt á gríðarlega skemmtilega
lýsingu á sveitafélaginu Norðþingi. Hér er allt til alls og hver vill ekki búa hér eftir svona upptalningu á því sem er hér í boði. Ég vil minna á að þetta snýst ekki alltaf það að sé vinnustæður, hús og einhver úrræði til staðar akkurat á staðnum. Ég vil minna á að það er líka hægt að flytja hingað í Norðþing og starfa í starfi án staðsningar. Þar eru gríðarleg tækifæri. Þannig við erum ekki eingöngu að horfa á það sem er í boði, heldur það sem við getum komið með til sveitafélagsins og búið hér að því að við óskum að búa hér í þessu frábæra sveitafélagi. Soffía hefur lokið málinu sínu, orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það. Þá förum við í næsta mál sem brothættar byggðir í Norðþingi. En það er þannig að úthlutun á sértækum byggðakvóta hefur dregið saman Raufarhöfn og framtíðin og öðru sinni í verkefni Byggðastofnunar sem brothætt byggð. Sveitarfélag Norðþing þarf reglulega að rýna í stöðu verkefnisins og framhald þess og forseti óskaði eftir því að þetta mál er tekið fyrir á fundi sveitarstjórnar og með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Brothættar byggðir, bara nafnið á verkefninu eitt og sér nú bara svona fumandi og hikandi heiti á þessu verkefni. En árið 2012 hófst tilraunaverkefni á Raufarhöfn að frumkvæði íbúa með það í huga að leita lausna á bráðum vanda vegna fólksfækkunar og erfiðleika í atvinnulífinu undangengin ára. Verkefni var frá upphafi í samstarfi heimamenn, Byggðastofnun, Norðþing, þá Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga. Verkefni hlaut heitið brothættar byggðir og síðar Raufarhöfn og framtíðin. En Raufarhöfn á sér merkilega sögu, mikilvægur hafnar- og útgerðarstaður, stutt í fengsæl fiskimið, þéttbýliskjarninn sem hvað fjærst miðju Íslands frá höfuðborgarsvæðinu og suðvesturhorninu. Þá takmarkað dreifbýli sem styður byggðina og þess vegna Raufarhöfn háð hafinu. Saga útgerðar í kringum síðustu aldamót þegar kvóti samfélagsins var seldur burtu, líkt og gerðist víða hringinn í kringum Ísland, hafði áhrif á samfélagið. Í dag búa 170 einstaklingar á Raufarhöfn en voru rúmlega 400 síðustu aldamót. Hlutfall barna á leik- og grunnskólaaldri mjög lágt og gefur raun betri mynd af íbúatölu en heildarfjöldi fólks. Og aldurssamsetning þess vegna óhagstæð í þessu samfélagi. Við erum einmitt að tala fólk og lífsviður væri þess á Raufarhöfn. Það ber að gera virðingu. Staðan varðandi uppbyggingu og framtíðin á Raufarhöfn áskorun. Því miður náðist takmarkaður árangur af verkefninu brothættar byggðir, enda hvergi ráðist í svona þær kerfisbreytingar líkt og lægri skattar eða álögur á íbúa og verkefni fór því aftur á stað, brothættar byggðir 2. Því miður stefnir ekki í stóra breytingu, að stórbreyting muni eiga sér stað, þrátt fyrir ótal lausnir sem í boði, til dæmis að bæta samgöngur í net og fjarskiptum, auka sértakan byggðakvóta sem sveitarfélagið hefur margsinnis bent ríkisvaldin á, byggðakvóta sem hefur einmitt dregið saman núna 16% frá upphafi verkefnisins þegar kvótin var 500 tonn. Auk þess 164 tonn í almenna kerfinu á Raufarhöfn. Sem ætlað, byggðakvótin ætlaður til að styðja við fiskvinnslu á staðnum og smábátaútgerð. Á Sauðárkróki 130 tonn úr 5,3% kerfinu. Það stór og sterk útgerð. Á Tálknafirði 285 tonn og engin fiskvinnsla. Krafa okkar á Raufarhöfn verði sett 800 tonna sértækur byggðakvóti, enda hefði það mikil og jákvæð, væri mjög jákvætt og uppbyggilegt ef það væri gert. Og það felast í því tækifæri. En því miður blikur á lofti í kerfinu,
enda hyggst ríkisvaldið halda áfram að rýra sértæka úthlutun á Raufarhöfn og víða annars staðar úr þessu kerfi og draga þannig úr möguleikum að byggja upp fiskvinnslu og útgerð sem Raufarhöfn svo háð. Uppbygging hins opinbera höfuðborgarsvæðinu talin sjálfsögð og skynsamleg en ölmusa víða annars staðar. Á Íslandi hefur lengi verið rekin svona sjálfvirk byggðastefna sem felur í sér nýtingu skattfjár á einum stað til uppbyggingar. Og Raufarhöfn reyndar því miður ekki einsdæmi. En hvenær látum við okkur máli varða þannig að sú alvarlega byggðaröskun sem hefur átt sér stað vítt og breytt í landsbyggðunum stöðvist og landið haldist allt í byggð. Bíldudalur, Þingeyri, Árneshreppur, Hrísey, Grímsey, Öxarfjörður, Raufarhöfn, Bakkafjörður, Borgarfjörður Eystri, Breiðdalshreppur og Skaftárhreppur. Hvaða svæði og þorp og bær eða byggð fer næst á þennan lista? Á meðan staðan svona þá sveitarfélögunum ætlað að leysa vandann sem öll vita að hafa hvorki bolmagn, fjármagn, né lausnir til að bregðast við svo vel sé. Fólk nefnilega eltir skattpeningana sína, menningu og þjónustu. Og hvar skattpeningunum helst varið? Jú, á höfuðborgarsvæðinu. Viðfangsefnið verður hvorki leyst með skjótvirkum hætti, né verður hægt að beita almennum úrræðum til að leysa þetta sértæka verkefni. En það grundvallaratriði að íbúar þessa lands búi öll við sömu eða sem jöfnust kjör og þjónustu sem hið opinbera veitir óháð búsetu. Og þá spyrir maður sér brothættar byggðir hvað svo? En brothættar byggðir verkefnið sértæk aðgerð fyrir smærri byggðakjarna og sveit til landsins sem á tíðum eru aðilar sem vegna smæðar sinnar hafa ekki getað nýtt sér önnur úrræði ríkis og sveitarfélaga til stuðnings, byggðaþróunar og samfélagsuppbyggingar. Með þessu samstarfi taka ríki, sveitarfélög, stoðkerfi og íbúar höndum saman eflingu byggðarlagsins. Ekki meiningin að nýta þetta sem nýtt lag ofan á stoðkerfi heldur sem vettvang þar sem að leiddir eru saman kraftar og myndu eins konar svona sérsveit á staðnum til að snúa þessari þróun við. Vettvangurinn skýr og klár en ríkisvaldið verður að hafa kjark til að stíga inn og snúa við íbúaþróun ef það vilji til þess. Þegar að byggðarlag hefur fengið inngöngu í hóp brothættra byggða, það sótt að vera í þessum hópi. Það er sótt að fá að vera brothætt byggð og samkeppnin bara því miður bara allnokkur á Íslandi. Þá breytist lítið sem ekkert í samskiptum við ríkið. Smæðin, fjarlæðin, stærð viðfangsefnina stendur í stað. Allt strandar á því að sértæka aðgerðin nær ekki inn fyrir þröskuld stjórnsýslunar. Á íbúafundi í janúar 2019 voru markmiðin yfirfarin og endurskoðuð og unnið var samkvæmt því að Raufarhöfn væri sértækur áfangastaður, traustir grunnatvinnuvegir, blómstrandi menntun og öflugir innviðir. Þetta voru markmiðin á þeim tíma 2019. Ýmis góð verkefni hafa byggst upp vegna brothættra byggða verkefnisins. Auglýstar eftir styrkumsóknum í tilrauna byggðaþróunarverkefni í apríl 2025 var að ræða fyrst úthlutun í verkefninu og voru fjármunir til ráðstöfunar 11 milljónir króna á Raufarhöfn og framtíðin 2 sem svona svipað á nýr Ford F150 og 13,75 milljónir í verkefni Öxarfjörður sókn 2 svipað á Hybrid Land Rover Defender jeppi. Fjárlög ríkisins núna, fjárlög Alþingis og ríkisstjórnarinnar benda því miður til þess, að þjónustan mun draga saman á Raufarhöfn og fleiri brothættum byggðu. Tækifærin felast í því, meðal annars, að ljúka heimskautsgerðinu, gera Raufarhöfn að þessum svona endapunkti norðursins, nýta náttúruna, fuglaskoðun og söguslóðir, sumarferðir og vetrarferðir sömuleiðis, enda hvergi betra að njóta norðurljósana en við heimskautsbaug. Það eru tækifæri í myrkrinu, þannig ætti til dæmis að byggja upp þjóðveg 870 Melrakkasléttu og fjölga áningastöðum á sléttunni, veita fyrirtækjum sem eru hýst á Raufarhöfn sérkjör, hlunnindi eða undanþágu, ívilnun, sama hvað það staðsetningarinnar vegna. Hvort sem það kajaklega, fiskur og franskar eða eitthvað annað. Íbúar Raufarhafnar hafa sýnt mikinn kjark og dug við krefjandi aðstæður undanfarin ár, svo reynir á. Íbúar hafa komið skilaboðum sínum að framfæri til okkar í sveitarfélaginu og nú komið að því að ríkisvaldi veitið okkur sveitarfélaginu áheyrn með það að minnsta kosti áratuga aðgerðaráætlun
og aðkomu ríkisvaldsins að verkefninu. Orðið laust. Engin sem vil ræða það, frekar, þá fyrir málum 3 sem breyting á matvælaeftirliti á Íslandi, en til stendur að gera breytingu á matvælaeftirliti á Íslandi og eftirlitsaðilum fækkað úr 11 í 2. Með breytingunni verður settur upp samræmdur stafrænn gagnagrunnur til að halda utan eftirlitið. Gert ráð fyrir einföldun regluverks og aukinni skilvirkni með eftirliti með hollustuháttum, mengunarvörnum og matvælum. Og forseti sveitarstjórnar óskaði eftir að málið tekið fyrir á fundi sveitarstjórnar og með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, það eru þessar breytingar á matvælaeftirliti, en í samráðsgátt má finna frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra breytingu á ýmsum lögum vegna einföldunar regluverks og aukinnar skilvirkni eftirlits með hollustuháttum, mengunum og matvælum. Einföldun regluverks, aukin skilvirkni sem sannarlega jákvætt, en samkvæmt fyrirhuguðum breytingum verður ábyrgð á eftirliti með hollustuháttum, mengunarvörnum færð frá heilbrigðiseftirliti til umhverfis- og orkustofnunar og ábyrgð á eftirliti með matvælum færist frá heilbrigðiseftirliti til matvælastofnunar. Þannig verða eftirlitsaðirnir 2 í stað 11 og bara þetta hljómar eitt og sér bara mjög skynsamlega. Útgáfa starfsleyfa verður miðlæg og á vegum fyrrgreindra stofnana. Staðbundin verkefni heilbrigðiseftirlita verður fundin staður innan stjórnsýslunar í samráði við sveitarfélög. Og þá rétt að árétta að lagt upp með að standa vörð störfin á landsbyggðinni. En hér finnst mér við þurfum að vera velvakandi, enda störf án staðsetningar svolítið falskt öryggi. Sannarlega ánægilegt ef einföldun á kerfin að ræða, einfaldari ferli og kostnaður hjá fyrirtækjum í ferlinu lækkaður. En þá þarf að huga því hvort að eftirlitskostnaðurinn kostnaður við eftirlitið aukist enga síður, sér í lagi á litlum gististöðum og minni matvælaframleiðendum sem nokkuð af hér í okkar sveitarfélagi. Hér voru stór tíðindi boðuð með mjög skömmum fyrirvara, breytingar án skýringa og vonandi má finna þær og þær verið til góðs í þessu máli. En sú staða gæti komið upp og þess vegna þurfum við að vera vakandi að störfin þjappist á fáa staði og þekkingin heima fyrir glatist. Akstur gæti aukist og kostnaður lent á þeim sem fjærst eru þjónustunni. Því vil ég hvetja samband íslenskra sveitarfélaga að rýna í verkefnið og benda á hvar betur mætti fara. Og það þarf að huga að svona rýrnun staðbundins eftirlits og getu okkar í sveitarfélagunum geti minnkað við að hafa áhrif á eigin byggð. Þar þurfum við að vera vel vakandi. Því það stefnir í aukna miðstýringu og mögulega framkvæmd, ef við getum sagt sem svo. Þannig að ég ætla að hvetja okkur og samband íslenska sveitarfélag og önnur sveitarfélag til þess að vera mjög á varðbergi í þessu máli. Orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, ég vil kannski bara byrja á því að taka undir orð forseta hér áðan og varandi það að brýna til að mynda samband íslenskra sveitarfélaga til þess að setja sig vel inn í þetta mál. En mér langar kannski líka aðeins að fá að vitna í Hörð Þorsteinsson sem framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur og stjórnarmaður í samtökum heilbrigðiseftirlits svæða á Íslandi. En þau samtök draga í efasemdir þessar breytingar sem hafa verið kynntar að séu áformum. Og það sem sagt, ætlunin að einfalda regluverkið og að því kom inn á áðan að hér hefðu til að mynda tekið nýjir rekstraraðilar við rekstri veitinga í Golfskólanum og hér hefðu opnað nýtt kaffihús. Að þá það þannig eins og Hörður segir hér í frétt á RÚV sem að fylgir gögnum fundarmanna hér á þessum fundi.
Núna þurfa veitingahús að sækja bæði starfsleyfi eftir matvælalögum og svo skráningu eftir lögum hollustu og mengunarvarnir. Það verið að flækja hlutina í staðan fyrir að einfalda þá. Þetta ekki bara dæmi einfaldar regluverk sem hér verið að kynna. Og í grunninn þýðir þetta það að við höfum, þeir sem hafa viljað setja á stopp svona fyrirtæki eins og ég nefndi hérna áðan, þeir hafa getað sótt þetta til heilbrigðis eftirlitsins. Þess það hefur verið einn staður. En gangi þessi lög í gegn, þá get ég ekki séð annað en að fyrirtæki, svona lítil fyrirtæki í grunninn, þurfi að sækja starfsleyfi sín á 2 stöðum, hjá þeim 2 stofnunum sem munu taka yfir málaflokkana. Og ég fæ ekki séð hvernig þetta getur verið að einfalda málið. En ég vil líka leggja ríka áherslu á það og þegar laga frumvarpi mun líta dagsins ljós og við fáum það til umsagnar, að við höfum það í huga að horfa til þessara staðbundnu stjórnvalda sem heilbrigðiseftirliti hefur verið og að störfin verði áfram í héraði. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Aldi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldi. Forseti, sveitarstjórn. Ég var einmitt í morgun áður en ég kom á fund á INU að horfa stefnuræði forsætisráðherra og þá hjó ég einmitt eftir því þegar hún forsætisráðherra fór að tala nákvæmlega þetta sem til umræðu hér. Og ég varð alveg strax frekar hugsi yfir þessu að því að það talaði að einfalda hlutina sem bara gott og vel. En stundum þegar við ætlum að einfalda hlutina þá erum við bara að gera það flóknari. Og sérstaklega fyrir landsbyggðina af því að það einhvern veginn virðist ofta verða þannig að þegar það á að laga til í einhverju sameina hluti og eitthvað að þá þjappast það yfirleitt saman á höfuðborgarsvæðið. Og í þessari sömu stefnuræðu þá hún að tala einmitt sameiningu sýslumannsembættanna líka og við höfum margoft rætt það hérna inni, hvað þýðir það fyrir okkur og auðvitað förum við alltaf svona að velta fyrir okkur, hvað verður okkur að því við erum út á landi og erum alveg frekar langt frá höfuðborgarsvæðinu að hvað gerist, hvað þýðir þetta fyrir okkur að því að oft koma svona hlutir frá ríkisvaldinu þá einfalda, þá að hagræða á einhvern hátt en það bitnar á landsbyggðinni en á sama tíma í stefnuræðu talar forsætisráðherrann til dæmis það að það eigi að efla landsbyggðirnar. Þannig að mér er oft erfitt, ég sé ekki alveg samhengið í því ef þú ert alltaf að minnka og minkar hlutin át á landi en ætlar sama tíma að efla. Hvernig ætlar að gera það þá? Hvað eigum við að gera? Og við bara eins og þetta með brothættar byggðir áðan sem við vorum sem Hjálmar var að ræða að hvernig eigum við að bregðast við þessu þegar við höfum ekki fjármagn og það verið að skera niður svo oft störf út á landi. Þannig að við verðum að fylgjast vel með þessu og kommenta á það ef það eitthvað sem okkur finnst ekki verið í lagi. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig það. Þá förum við í mál númer 4 sem samgönguáætlun 26-30 sem endurskoðun áætlunar en fyrir liggur bréf endurskoðun úr samgönguáætlun fyrir ára 29-30 fyrir hafnarframkvæmdir og sjóvarnarframkvæmdir. Og stjórn Hafnarsjóðs hefur tekið erindi fyrir og forseti óskaði eftir að þetta tekið fyrir á fundi sveitarstjórnar og með leyfi varaforseta. Forseti ákveða til sveitarstjórn, mál númer 4, samgönguáætlun 26-30 sem endurskoðun áætlunar. Það fór á stað við nýtt þing, áhugaverð umræðan það, bara menn ætlaði að kippa samgönguáætlun úr sambandi og byrja bara svolítið upp á nýtt. Og þá gerist það akkurat eins og bæði Aldi hefur nefnt hérna og Helena að þá svona einhvern veginn ósjálfrátt dragast verkefni svolítið svona á miðlægan stað og höfuðborgarsvæðinu því miður. Og það aðeins að byrja kristallast þó að menn segi sig eitthvað allt annað í pontu á Alþingi. En hvort sem eru samgöngur í landi, einbreiðar brýr, þar sem eru jafnvel komnir til ára sinna og við þetta Húsavíkurflugvelli. En ég ætla að leggja hér áherslu á hafnarsamgöngur og hafnarmannvirki. En stjórn Hafnarsjóðs
hefur fjallað um málið og óskaði semst eftir 3 málum, sérstaklega fyrir utan viðhald á hafnarsvæðum til dæmis á Raufarhöfn og dýpkun. Fyrst ber að nefna nýja framkvæmd til að kyrra og fullnýta viðlegu alla sem Stangarbakka garður. Grjótvörn þannig að hægt sé að nota Bökugarð, Norðurgarð og lengdan Suðurgarð að fullu. 240 metra breitt hafnarvinni, 600 metra langur garður upp á 10 metra dýpi eða 400 metra langur garður á 7 metra dýpi. Þetta yrði mikil bylting fyrir hafnarsvæðið á Húsavík og í samræmi við fjölda skipa sem að koma og fara í tengslum við Bakka. Hér ekki þekju eða legu að ræða, heldur aðeins sjóvörn og stöðva efnisflutning á sandi inn í höfnina. Því hér rennur jökulfljót í Skjálfandafljót og straumarnir í flóanu þannig að sandurinn endar í sigtinu hérna við Húsavík. Og undanfarin ár hafa sést mikla breytingar vegna þessa og auk þess skapast mögulega skemmtilegt svona sjósóknar og strandmenningarsvæði innan þessa garðs. Svo það að halda dráttarbáti inn í áætlun því þrátt fyrir þetta tímabundna stopp á Bakka mun þetta svæði byggjast upp og þörf fyrir dráttarbát eru augljós. Og það verður að hafa þetta inn í áætluninni. Svo það dýpkun við allar hafnir, þær eru inni og það þarf að bæta í. Við mögum hvergi gefa eftir þannig að ríkið hugsi sér slaka í uppbyggingunni af því að það er til þessi tímabundna stoppa Bakka, þá einmitt tími til þess að undirbúa sig fyrir það sem að mun gerast en ekki að bíða af því að það er stopp. Þannig einmitt núna þarf að nota tíman til þess að byggja upp og undirbúa. Ég ætla að brýna hafnarstjórni að halda þessu á lofti og okkur kjörna fulltrúi í sveitarstjórn. Orðið laust. Heyrðu, enginn sem vil ræða þetta frekar, þá förum við í mál nr. 5 sem aðalskipulag Norðurþings 2025 til 2045. En á 223. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að skipulags- og framkvæmdaráð leggur til í sveitarstjórn að skipulagstillagan eins og hún liggur fyrir verði kynnt samkvæmt ákvæðum skipulagslaga að fengnu samþykki skipulagsstofnunar og skipulagsfulltrúa falið að leita samþykkis stofnunarinnar og orðið laust. Sofía hefur beðið orðið, gjör svo vel Sofía. Forseti. Í dag leggur skipulags- og framkvæmdaráð til við sveitarstjórn að aðalskipulagstillagan eins og hún liggur fyrir verði kynnt samkvæmt ákvæðum skipulagslaga að fengnu samþykki skipulagsstofnunar og að skipulagsfulltrúa verði falið að leita samþykkis stofnunarinnar. Það var upp að þessa kjörtímabils eða á fundi sveitarstjórnar Norðurþings 18. ágúst 2022 að samþykkt var að hefja vinnu við endurskoðun aðalskipulagsins. Gert var ráð fyrir ríflega 2 ára vinnuferli við heildarendurskoðun aðalskipulagsins en eins og oft að þá hefur vinnan tekið aðeins lengri tíma. Skipulags- og matlýsingin var fyrsta formlega skrefið við endurskoðunina en hún var til kynningar sumarið 2023. Minnslutillagan var síðan kynnt frá 9. desember 2024 til 9. febrúar á þessu ári og það var á vel sóttum íbúafundum á Húsavík, Raufarhöfn og Kópaskeri auk þess sem hún var send til fjölmargra umsagnaraðila. Einnig barst fjöldi ábendinga og athugasemdir við vinnslutillöguna sem brugðist var við og unnið með. Nú svo komið auglýsingu að skipulagstillögunar sjálfrar. Aðalskipulag stefna sveitarfélags landnotkun, náttúruvernd og þróun byggðar í öllu sveitarfélaginu og stefnan unnin samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010. Horft til þess að nýtt aðalskipulag verði til 20 ára og nefnist það aðalskipulag Norðurþings 2025 til 2045. Frá gildistöku aðalskipulags Norðurþings 2010 til 2030 hafa ýmsar forsendur breyst og nýjar áskoranir komið í ljós, til að mynda landsskipulagsstefna, stefnumörkun í loftslagsmálum og ný skipulagsreglugerð. Auk þess sem þegar hafa verið gerðar fjölmargar breytingar á aðalskipulaginu sem fella þurfti inn í nýtt heildstætt aðalskipulag.
Heitar á þungana vinnunni við endurskoðun aðalskipulagsins hefur verið á höndum Gauks Hjartarsonar skipulagsfulltrúa og starfsmönnum hans, þeim Ragnheiði Ingibjörgu Einarsdóttur og Sigurdísi Sveinbjörnsdóttur, ásamt starfshópnum sem sveitarfélagið skipaði, en í honum eru Kristín Jóhann Lund, Eysteinn Heiðar Kristjánsson og Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Eysteinn sagði sig frá starfshópnum síðast í sumar, en þá tók sæti Hans Hjálmar Bogi Hafliðason. Ráðgjafi við skipulagsvinna er Efla undir styrkri handleiðslu Hrafnhildar Brynjarsdóttur sem hefur leitt þessa vinnu. Aðalskipulag eru umfangsmikið og samanstendur af fjölda skjala þar sem megin skjali er greinargerðin sjálf. Þar kemur meðal annars framtíðarsýn Norðurþings og henni er fylgt eftir með 4 köflum með umfjöllun stefnu sveitarfélags í málaflokkum eins og það er gott samfélag, kröftugt atvinnulíf eins og við heyrt, góð grunnkerfi og umhverfi. Á auglýsingatíma aðalskipulagstillögunnar geta allir komið með ábendingar eða athugasemdir við skipulagstillöguna og að auki verður tillagan send til umsagnaraðila. Að loknum auglýsingatíma verður unnið úr umsögnum og ábendingum sem bárust við auglýsta skipulagstillögu og þau sem komi umsagnir eða ábendingar fá senda umsögn sveitarstjórnar þar um. Síðasta skrefið í endurskoðunni er síðan staðfesting tillögu eftir auglýsingu, þar sem endurskoðað aðalskipulag verður samþykkt í sveitarstjórn og aðalskipulagi sent til skipulagsstofnunar sem það staðfestir með birtingu í B-deild stjórnartíðinda. Við stefnum á þetta lokaskref vorið 2026. Kæru íbúa Norðurþings, aðalskipulagi það er okkar skipulag, okkar allra íbúa í Norðurþingi og við ættum öll að láta okkur máli varða. Það er skemmtilegt og áhugavert yfirlestrar, svo ég hvet íbúa Norðurþings til að kynna sér það vel. Soffía hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Með leyfi varaforsta. Forseti ágæta sveitarstjórn, ég vil byrja að þakka Soffíu fyrir þessa yfirferð. En aðalskipulag þetta er rosalega mikið af svona fallegum hugtökum í þessu ferli öllu saman. En aðalskipulag er semst skipulagsáætlun sem nær til alls lands sveitarfélagsins. Það er sett fram stefna og ákvarðanir sveitarstjórnar framtíðarnotkun lands og fyrirkomulag byggðar eins og Soffía fór hér yfir. Og eftir fjárhagsáætlun má kannski segja að aðalskipulag sé svona eitt stærsta plaggið sem sveitarstjórnir eru að vinna eftir. Stefna sem er sett fram í aðalskipulaginu sé nánar útfærð í deiliskipulagi fyrir einstök hverfi eða reyti og svo framvegis. Og oft er það þannig að fólk eða íbúar eða fyrirtæki hafa skoðun á þessu litla í deiliskipulaginu en allt þarf að taka mið á aðalskipulaginu. Það er algjör grunnur í öllu ferlinu. En í upphafi kjörtímabils þá er sveitarstjórnum skylt að taka afstöðu til þess hvort að eigi að endurskoða gildandi aðalskipulag. Það var og gert. Síðasta skipulagi síðan 2010 og eins og Soffía fór réttilega yfir þá hefur mjög margt breyst og búið að gera, mér minnir einhverstaðar kringum 20 breytingar á aðalskipulaginu síðan þá. Ég er bara ekki alveg með á hreinu, jafnvel meira. En aðalskipulagið er unnið með stafrænum hætti og gerð stafræns aðalskipulags felur í sér að skipulagsgögn eru unnin í samræmdum hætti í svona landsupplýsingakerfi með frábæru umgjörð örugglega einhvers staðar á höfuðborgarsvæðinu. Þegar aðalskipulagið síðan lagt fram til afgreiðslu skipulagsstofnunar er gögnum skilað á stafrænum hætti, auk hefðbundinna skipulagsgagna. Aðalskipulag er sett fram í skipulagsgreinargerð og eins og Soffía benti á þá er það kannski hún sem skiptir hvað mestu máli. Það er textinn í greinargerðinni og síðan er það skipulagsuppdrátturinn sem er aðgengilegur bara hverjum sem vill fara inn á heimasíðu sveitarfélagsins og skoða það. Og ég vil taka undir orð Soffíu með að hvetja íbúa, fólk og fyrirtæki til að rýna í þessa greinargerð, skoða uppdrættina og myndir. En í upphafi vinnu aðalskipulags tekur skipulagsnefnd sveitarfélags saman lýsingu fyrir aðalskipulagsverkefnið, þar sem gerð grein fyrir tildrögum skipulagsvinnunar og hvernig fyrirhugað er að standa að skipulagsgerðinni. Og í lýsingu er jafnframt gerð grein fyrir því hvernig fyrirhugað er að standa að umhverfismati skipulagstillögunar. Lýsingin er svo samþykkt hérna í sveitarstjórn, lýsingin er síðan kynnt opinberlega og almenningi gefin kostur að koma ábendingum á framfæri við sveitarfélagið gegnum skipulagsgátt. Og það mun ekki standa á því, það geta bara öll skoða þetta hvernig sem er og gert athugasemd við hvað sem er í þessu ferli.
og skipulagsnefnd mun síðan og þá þessi vinnuhópur í kringu það fari yfir allar tillögur og meta hvort að ferlið taki breytingum áður en skipulagið kemur svo aftur hingað til sveitastjórnar til afgreiðslu. Og já, sum hafa skoðun á stóru myndinni á meðan önnur hafa skoðun á hennu smáa sem að birtist í deiliskipulagi sem byggir síðan alltaf á aðalskipulagi. En grunnur að skipulagi sveitafélags, tilgangurinn lögfræðilegur, hann samfélagslegur og hagfræðilegur, vernd almannaheilla, hvernig má nota landið, hvar má keyra, hvar byggð, hvernig atvinna á að vera, hvar má geyma eitthvað, hvar á eitthvað að vera, orkuframleiðsla og rammi fyrir síðan deiliskipulag. En skipulagið mótar framtíðarsýn og var síðast gert, 2010, fyrir 15 árum síðan. Það bara býsna langur tími. Samfélagið tekið miklum breytingum. Síðan 2010, það þegar iPadin var kynntur til sögunar, hann nú ekki eldri en það. Og við kusum iSafe og varaformaður Sjálfstæðisflokksins þá, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sagði af sem sér ráðherra tók hlé frá þingstörfum, þannig að það verið býsna langt síðan þetta tók gildi þetta skipulag. En aðalskipulag gefur heildarmynd af fyrirkomulagi byggðar og innviði á hverju sveitafélagi fyrir sig. Landnotkun og pláss og svo framvegis. Hvað iðnaður má vera? En mótun aðalskipulagsins líka mikilvægur vettvangur, samtals íbúa þróun sveitafélagsins og síðan málamiðlanir milli ólíkra hagsmuna. En orðið laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Katrín. Forseti. Hérna liggur fyrir loksins þessi tillaga sem að skipulags- og framkvæmdaráð leggur til að verði kynnt, samkvæmt ákvæðum skipulagslaga. Það gríðarleg vinna sem liggur að baki. Við erum að tala mál sem að fór í gang strax og ný sveitastjórn tók til starfa haustið 2022 og núna afraksturinn að líta dagsins ljós. Það fullt af nýju í rauninni í þessu aðalskipulagi frá fyrra skipulaginu og mjög mikil ástæða til þess að hvetja íbúa og hagaðila að kynna sér aðalskipulagi. Til dæmis þá eru þarna flokkunin á landbúnaðarlandinu og vegir í náttúru Íslands. Þannig að það liggur heilmikil vinna baki. Það var mjög gaman að sitja íbúafundina á Húsavík, Raufarhöfn og Kópaskeri. Það var bara góð þáttaka fólks og spurt. Og það alveg deginum ljósara auðvitað hugsar fólk alltaf mest það sem næst því. En þetta sannarlega aðalskipulagi fyrir allt sveitarfélagið. Og mig langar til þess að bara, þó þetta sé ekki enda lokin á þessu, en þá langar mig til þess að þakka starfshópnum kærlega fyrir mjög góða vinnu. Og náttúrulega skipulagsfulltrúa. Þetta búið að vera mikil vinna og það gaman að sjá hvert þetta mál komið núna. Katrín hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ekki fleiri sem vilja sjá sig það, þá bara göngum við til atkvæðum þess að geta samþykkt tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs. Það gefur merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 6 sem afsláttur og gatnagerðargjaldi við iðnaðarsvæðinu á Bakka. En á 223. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að ráðið leggur til í sveitastjórn að veittur verði 25% afsláttur af gatnagerðargjöldum á iðnaðarsvæðinu á Bakka frá gildandi gjaldskrá gatnagerðargjöld og afslátturinn gildi frá 1. október 2025 til 1. október 2027 og orðið laust þessa tillögu. Sofía hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Sofía. Forseti, já, ég ætla rétt að fylgja þessu máli eftir þó að skýri sig kannski algjörlega sjálft. Þetta tengist vissulega uppbyggingunni á Bakka og eins og við höfum hlýtt á hér í dag þá eru
gríðarleg tækifæri sem þar leynast og við höfum virkilega verið dugleg á undanförnum misserum að koma bakka á framfæri. Því er þetta mikilvægt mál að við skulum veita 25% afslátt af gatnagerðargjöldum á þessu tímabili frá 1. október 25 til 1. október 2027. Soffía hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Enginn sem kveða sér ljós það, þá vil ég biðja þau sem eru sammála þessu að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við gerum örstutt fundarhlé.
Húsavík og það er sól. Við förum í fundagerði til staðfestingar og við byrjum á fjölskylduráði og það er fundur nummer 223 og orðið laust þennan fund. Engin sem vil ræða þessa fundargerð, þá telst hún framlögð og við förum í fundargerð byggðarás nummer 503 og orðið laust þennan fund. Engin sem vil ræða þá fundagerð, þá fyrir við mál nummer 9 sem er fundagerð stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings nummer 35, orðið laust þá fundagerð. Og með leyfi varaforseta. Forseti ágæta sveitarstjórn, það er fundur stjórnar Hafnarsjóðs nummer 35 liðið 3. Sem fór nota liðin ýmis mál vegna rekstrar og fjárfestingar. En það er þannig að fjárlagafrumvarp ríkisstjórnar var kynnt núna í upphafi vikunnar. Þar kemur fram ákvörðun innviðagjald sem var sett á í lok síðasta árs. Þvert á fullyrðingar og fögur fyrirheitir ráðherra skal gjaldið að fullu innheimt. Nýtt gjald, innviðagjald, var sett á síðustu áramót 2.500 krónur á hvert farþega í skemmtiferðaskipi á byrjaðan sólarhring sem siglt er eða dvalið við Íslands strendur. Innviðagjaldið leggst á en gistináttaskattur leggst af fyrir skip sem er í milli eða hringsiglingu. Fram að síðustu áramótu greiddu skipafarþegar hæsta gistináttaskatt allra gesta, 1.000 krónur fyrir eina nótt í rekstrarleyfi skyldum gististað í landi var borgað 600 krónur og 300 krónur á tjaldsvæði. Í hringsiglingunum, skip sem koma til Íslands, sigla hringinn og stoppa í nokkrum höfnum og svo framvegis, greiðist þó ekki innviðagjald og sú breyting var gerð að gistináttaskatturinn fór úr 1.000 krónum fyrir 1.000 krónum fyrir herbyggi í 400 krónur á mannin á nótt. Ég þarf mögulega að leiðrétta sjálf á mig með tölurnar, þetta er eins og ég er að rekna þetta núna. Þar rekna sem sagt 600 krónur lækkun fyrir einstakling eða 200 krónur fyrir par og þetta er aðeins fyrir árið 2025. Því árið 2026 verður afnumið sem tollfrelsi skipa í þessum siglingum sem felur þá í sér hækkun þessara gjalda. En ekkert innviðagjald er fyrir gesti á landi, ekki neitt. Í ferðamálastefnu fyrir árið sumarið 2024 segir að vinna skuli löggjöf nýtt innviðagjald samhliða heildarendurskoðun á gjaldtöku í ferðaþjónustu og endurskoðun lagaatkvæði gistináttaskatt. Þó engin endurskoðun hafi farið fram var engu að síður skellt á þessa nýju skattheimtu á einn hóp ferðamanna undir lok síðasta árs með örfára vikna fyrirvara. Gjaldið er semst langt hærra en gjöld aðra ferðamenn eins og dæmin sína og hefur með síðustu aðgerðum einungis verið fest í sessi. Skemmtiferðaskipum kasta fyrir rútuna, eða kasta fyrir skipið, tekjuöflun ríkisins mun semst minnka, enda mun skipum fækka og fara færri staði. Það er að fara að gerast. Hér á Húsavík voru 65 skip í sumar, 5 á Raufarhöfn og stefnir í að þau verði undir 30 á næsta ári. Afbókanir eru augljósar hringinn í kringum landið, minni hafnir og fjærst höfuðborgarsvæðinu detta fyrst út. En alla jafna þá bóka skip sig 2 ár fram í tíman. Sýndamennska innviðaráðherra að afnema skattinn, gjaldið, sýndamennska innviðaráðherra í þessu máli er bara algjör. Skipin munu þá koma í framhaldinu í svona 1, 2, 3, mestarlega 4 hafnir, fyrst í Reykjavík. Þar koma farþegarnir með flugi, lenda á suðvesturhorninu, dvelja þar, fara um borð í skip, stoppa á 1 eða 2 eða ekki, bara í Reykjavík og fara svo annarkot á Grænlandi eða Noreg. Og þá er spurningin, hver eru skilaboð til okkar viðskiptavina, til dæmis hérna í Húsavíkurhöfn? Í fjárlagafrumvarpinu segir,
Gert er ráð fyrir innviðagjald sem skemmtifélagsskip í millilandasiglingum greiði fyrir hvert farþega sólarhring verið lækkað úr 2.500 í 2.000 krónur. Og tímabundna lækkun er að ræða og gildir aðeins árið 2026, sem sagt mun hækka aftur í 2.500 krónur 2027. Þannig ávinningurinn er í raun engin, alls engin. Sem sagt 500 krónar lækkun aðeins í 1 ár þangað til að nýja gjaldið sem fyrri ríkisstjórn lagði á verður aftur fest í sessi þrátt fyrir fögur fyrirheit núverandi ríkisstjórnar það að lækka gjaldið. Þannig að þetta mun hækka og verða til þess að það mun koma færri skip. Þessi breyting mun ekki skipta neinu máli, þessar 500 krónur fyrir okkar höfn og fleiri hafnir. Þvert á móti blasir þessi þróun við að það mun koma færri skip og þau mun stoppa á færri stöðum. En skip að koma til Íslands er ekki tilviljun. Okkar höfn hérna á Húsavíkur höfn er stofnaðili í Cruise Iceland og við höfum verið í markaðssetningu á þessari höfn í meira en 30 ár. Svo getur komið einhver ríkisstjórn, síðasta ríkisstjórn og núverandi ríkisstjórn og bara ríður öll okkar markaðsstarfi bara svona hendir bara fyrir róða, því miður. Og það er þannig að landsbyggðirnar þær munu blæða fyrst. Okkar höfn er minni höfn. Og þetta mun hafa verulega áhrif á tekjur hafnarsjóða, þetta mun hafa áhrif á ferðaþjónustufyrirtæki, veitingastæði og svo framvegis í öllum þessum höfnum. Við erum sammála að ferðamenn, skipafélög og ferðaskrifstofur eiga að greiða gjöld til að byggja upp innviði, en með þessum hætti er ekki boðlegt að gera þetta. Það þarf nefnilega jafnræði og fyrirsjáanleika. Það er ekki verið að bjóða upp á það í þessu. Það er algjör sýndamennska í því. Og hér er eitt dæmi höfuðborgarhyggju núverandi ríkisstjórnar sem þarf að verjast af öllum mætti. Orðið laust. Áki, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Áki. Já, forseti, sveitarstjórnar fólk, eins og Hjálmar kom inn á, þá verður rúmlega helmingshækkun hjá okkur á skemmtiferðaskipum á næsta ári. Eingöngu út af þessu farþegagjaldi eða gistináttagjaldi. Við í hafnarstjórn erum að vinna þetta í gegnum hafnasamband Íslands og við höfum ítt vel á eftir þessu og þetta snýst ekkert bara næsta ár. Það er verið að bóka næsta ár, það er verið að bóka 2027 og það er jafnvel verið að bóka 2028. Þannig að þetta getur haft gríðarleg áhrif á okkur þegar að skipin eru búin að skipuleggja sig kannski 2-3 ár fram í tíman. Þannig að það er mjög mikilvægt og helst að við öll leggjast á árarnar að ýta þessu gegn og fylgja þessu máli eftir fast. Takk. Áki Hauksson hefur lokið máli sínu. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti. Já, mér langar rétt kannski aðeins til þess að koma inn á þetta og hversu brátt það í raun bar að á sín tíma þegar þetta gjald er sett á. Og eins og Áki segir hér fyrir augnablikki síðan að þá er verið að bóka komur skemmtiferðaskipa með töluvert löngu fyrirvara og þú veist, jafnvel verið að bóka núna fyrir árið 2027 og 2028. Fyrirvarinn var engin og það er leiðandi fyrir rekstraraðila þessara skipa fyrir sjáanleikinn ekki nægilega vel til staðar. Og að því að hér var rætt líka áðan brothættar byggðir og sértækan byggðakvóta, þá var þó tekið það framfara skref þar á síðasta ári að það voru gerðir samningar til lengri tíma úthlutun á sértæka byggðakvótanum til 6 ára og við höfum áður hér í þessari sveitarstjórn fjallað það að við óskuðum eftir því að skemmtiferðaskipin nytu sama eða samskonar fyrirsjáanleika og fyrst þetta er hægt með sértæka byggðakvótan að úthlita honum til svona langstíma, þá hlýtur að vera hægt að taka ákvörðun varðandi gjaldið á skemmtiferðaskipin þannig að það taki ekki gildi bara samdægus eða daginn eftir, heldur að skipafélögin hafi einhver tíma til að undirbúa sig fyrir það að gjaldið komi og verði sett á, varðandi þá sölu á sínum ferðum og þá þar af leiðandi líka þær hafnir sem að taka á móti þessum skipum. Og mér finnst það í rauninni bara lágmarkskrafa þegar verið að setja gjöld á að það sé
gert með einhverjum fyrirvara þannig að fólk og fyrirtæki hafi ráðrúm til að bregðast við í sínum rekstri. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þennan lið eða aðra liði í fundagerð stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings, þá er orðið laust. Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Katrín. Forseti, ég vil taka til máls undir fyrsta lið þessara fundagerðar, hagræðingir ekstri vegna rekstrarstöðvunar PCC á Bakka. Þetta mál kom fyrir stjórnar Hafnarsjóðs á síðasta fundi og hefur svo sem verið reifað reglulega í stjórn allt þetta ár. Á þeim fundi þá fól stjórnin rekstrarstjóra Hafna vinna hagræðingir ekstri og klára það mál í september í samræði við umræður á fundinum. Og það er búin að vera að vinna í sumar við að kafa ofan í reksturinn og það er alveg óhætt að segja það að það blæs ekki byrlega fyrir okkur. Það er mikil áskorun í rekstri Hafnarsjóðs og það verður þörf á að rifa seglin og rekstrarstöðvun PCC, hún byrjaði strax að bíta í rekstur sjóðsins snemma á árinu. Það hægði strax á innflutningi þegar það var ljósta í hvað stemdi og við mistum þarna innflutningstekjur mjög fljótlega þegar árið hófst og við erum að horfa fram á síðasta útflutninginu núna þessar mundir. Síðustu strandskipin, þau fylgja í kjölfarið, síðustu strandskipin eru núna í september, október og eftir það, þá ætlar Eimskip að hætta strandflutningum hingað en enda ekki neitt massaflutningur hérðan á meðan að rekstrarstöðvunin stendur yfir. En það er fleira eins og búið er að koma fram í hinum fundarliðinum áðan að við erum líka að horfa fram á fækkun skemmtiferðaskipa á næsta ári út af gistináttagjaldinu. Þrátt fyrir að við höfum lagt í heilmikið átak í markasetningu sem að við fórum í fyrra og á þessu ári og sú markasetning skilaði okkur aukningu á þessu ári en núna sjáum við bara að gistináttagjaldið er að hafa áhrifin sem að búið var að vara við að yrðu, að það er gríðarleg fækkun á komum á minni hafnir og við erum að lenda í því líka. Og við erum með núna helmingsfækkun skipa hér. Ég ætla samt að minnast á það að við erum búin að fá þessi 5 skemmtiferðaskip til Raufarhafnar á árinu, þau voru 5 bókuð. Og ég vona svo sannarlega að það haldi á næsta ári því að það skiptir Raufarhöfn verulegu máli. Við höfum verið með aukningu í hvalaskoðun og skemmtisiglingum núna en það hvíla líka mikla skuldir á sjónum og það er fyrirsjáanlegt mikið tap og þetta verður áframhaldandi umræða núna á næsta stjórnarfundi hjá stjórn Hafnarsjóðs. Katrín hefur lokið máli sinni þennan fyrsta lið í fundagerð stjórnar Hafnarsjóðs. Það var orðið laust. Eða aðra lið í fundagerð stjórnar Hafnarsjóðs. Svo er ekki, þá förum við í mál nummer 10 sem er fundagerð skipulags- og framkvæmdaráðs nummer 223 og orðið laust þennan fund. Engin sem vil ræða það, þá förum við í fundargerðir, Orkuveitu Húsavíkur, stjórnar Orkuveitu Húsavíkur með 268 og 269, orðið laust þessa fundargerðir. Engin sem vil ræða þær, þá teljast þær framlagðar og við lokið farið við fundin. Dagskrá fundarins tæmd og við förum í að skoða fundargerðina og biðja varaforseta að fylgjast með.
Já, það er fundur nummer 156, haldinn í Vallarhúsinu Húsavík. Þau sem eru mætt, ritum fundagerðar, atvinnumál í Norðurþingi, það tóku til máls Hjálmar, Katrín, Helena, Bylgja og Soffía, og þetta er lagt fram. Mál nummer 2 sem eru brothættar byggðir, þar tók Hjálmar Bogi til máls og það er lagt fram. Númer 3 eru breytingar á matvælaeftirliti, þar tóku til máls Hjálmar Bogi, Helena og Aldey. Og það er lagt fram. Mál nummer 4 var samgönguáætlun, endurskoðuáætlun, þar tók Hjálmar Bogi til máls og það telst lagt fram. Mál nummer 5 sem er aðalskipur Norðurþings, þar tók Soffía, Hjálmar Bogi og Katrín til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs. Mál nummer 6, afsláttur gatnagerðargjaldi á iðnaðarsvæðinu á Bakka, þar tók Soffía til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs. Svo eru það fundagerðirnar, fundagerð fjölskylduráðs og byggðaráðs lagða fram án umræðu. Undir fundi stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings nr. 35, þar tóku til máls undir 1. lið Katrín og undir 3. lið Hjálmar, Áki og Helena. Svo er það skipulags- og framkvæmdaráð og Orkuveita Húsavíkur 2 fundir lagðar fram án umræðu. Eru athugasemdir í fundagerðina? Svo er ekki, þá er fundi slitið.